Góðan daginn, góðir bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og forstöðumaður stjórnsins hér í sal. Ég býð ykkur velkomin til 259. fundar bæjarstjórnar Fjarðabyggðar hér á bæjarskrifstofunni á Reyðarfirði og segi hann settan. Hér á dagskrá í dag eru fundargerðir bæjarráðs númer 591 og 592. Teknar saman til umræðu atkvæðagreiðslu og enginn hreyfið í andmælum. Eigna skipulags- og umhverfisnefndar númer 221, hafnarstjórnar númer 208, fræðslunefndar númer 64. Menningar- og nýsköpunarnefnd nr. 8, safnanefndar nr. 5, félagsmálanefndar nr. 118, barnaverndarnefndar nr. 92 og framkvæmdar á hjúkrunarheimilinu nr. 9. Þá er undir liðnum almenn mál, þar er fyrst fjárhagsáætlun 2018 viðauki 6 vegna ýmissa tilfærslna. 12 reglur greiðslu lögfræðikostnaðar í barnavernd, nýjar reglur frá barnavernd sem hafa farið í gegnum bæjarráð. Og til umfjöllunar, þar er svo einnig sala á Lundagötu 1, það er á milli hér kerfa hér innan hús, og síðan 14 reglur notkun snjallsímanotkun, reglur notkun snjalltækja nemenda í grunnskólum Fjarðabyggðar. Þannig að þá göngum við bara til dagskrár og það er fyrst fundargerðir bæjarráðs númer 591 og 592, orðið er laust. Eydís Ásdóttir biður að gera svo litis. Forseti, bæjarstjóri og ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að fara hérna yfir nokkur atriði í fundargerðum bæjarráðs númer 591 og 592 og það er liður 1 í fyrir fundargerðinni, beiðni styrk vegna jólasjóðs 2018. En fyrir fundinum lá beiðni framlagi jólasjóð Fjarðabyggðar. Fjarðabyggð sendir ekki út jólakort og samþykti bæjarráð að styrkja jólasjóðnum 500.000. Samvinna er hjá Rauðakrossdeildum í Fjarðabyggð og fjölskyldusviði Fjarðabyggðar, mæðrastyrksnefndar kvenfélagsins Nönnu, kaþólsku kirkjunnar og þjóðkirkjunnar við að styrkja einstaklinga og fjölskyldur sem þurfa aðstoð fyrir jólin. Liðir 9 í fyrir fundargerðinni og liður 13 í fundargerð bæjarráðs 592 voru tekin til afgreiðslu vegna framhaldsfundar Héraðsskjalasafns Austurlands og sá fundur verður haldinn á morgun 14. desember og svo breyting milli funda er að Karl Óttar bæjarstjóri mun fara með umboð Fjarðabyggðar á fundinum í stað Jón Björns Hákonarsonar. Liður 10, áfram er unnið með það mála að setja upp eftirlitsmyndavélar í Fjarðabyggð í samvinnu við lögregluna á Austurlandi og lagt var fram minnisblað Óskars Þórs Guðmundssonar lögreglumanns í framhaldi að fundinum sem átti með bæjarráði núna 27. nóvember síðastliðinn og málinu verður vísað til bæjarstjóra til nánari útfærslu og til kynningar í eignaskipulags- og umhverfisnefnd. Liður 12, framkvæmda efling Egilsstaðaflugvallar og framtíð flugvallaverkefnisins. Framkvæmdastjóri Austurbrúar Jón Árný Þórðardóttir kom á fund bæjarráðs og fór yfir framlagt minnisblað varðar framtíð flugvallaverkefnisins og fjármögnun þess. Bæjarráð mun eiga fund með bæjarráði Fljótsdalshérað næstkomandi mánudag og ræðar meðal annars um verkefni sem er mikilvægt til að taka ákvörðun um næstu skref. Það fara yfir í fundargerð 592 og liður 2, fjárhagsstaða Uppsala. Uppsalur hafa þegar fengið 30 milljón króna láni hjá bæjarsjóði vegna hallarekstur og liggur fyrir beiðni um 5 milljónir til viðbótar sem bæjarráð samþykti. Hjördís Helga Seljan Þórðarsdóttir formaður félagsmálanefndar ætlar að koma hérna upp á eftir að fara betur yfir þetta erindi. Liður 5, bæjarráð samþykti viðauka númer 6 og þessi liður verður einnig tekin hérna fyrir undir sérlið og eftir lið 11 undir önnum mál. Liður 6, það er ný reglugerð jöfnunarsjóð sveitarfélaga og lagt var fram til kynningar útreikningur fjármálastjóra á áhrifum breytingar á skerðingamörkum framlag jöfnunarsjóðs sveitarfélaga samkvæmt drögum að nýrri reglugerð sjóðinn. Og taka það fram að það eru mikil vonbrigði að fjölkjarna sveitarfélag hvað þau hafa lítið vægi sem er mikið áhyggjefni fyrir Fjarðabyggð sem hefur marga þéttbýliskjarna.
Og svo hérna í lok fundagerð þá eru hérna nokkri liðir sem var lyft upp úr fundagerð fræðslunefndar og það er liður 15 snjall símanotkun í grunnskólum Fjarðabyggðar. Fræðslustjóri og skólastjórar hafa unnið að reglum snjall símanotkun í grunnskólum og bæjarráð samþykkti að reglunar taki gildi frá með 1. febrúar næstkomandi. Liður 16. Það er stefnumörkun í fræðslu og frístundamálum í Fjarðabyggð og það hefur verið það mun vera fræðslu og frístundarstefna Fjarðabyggðar mun vera endurskoðuð og þeirri vinnu á að ljúka í maí 2019 og hefur verið skipar hópur til að fara í þessa vinnu og bæjarráð samþykkti þessa tillögur og málinu vísa áfram til vinnslu hjá fræðslustjóra. Liður 17. Ánægilegt að segja frá því að bæjarráð samþykkti nýja læsistefnu í grunnskólum Fjarðabyggðar og hún er unnið með hliðsjón af læsistefnu Akureyrarbæjar og miðstöð skólaþróunar Háskólans á Akureyri. Og liður 18, það er sumarleyfi í leikskólana í Fjarðabyggð og fyrir liggur tillaga fræðslustjóra sumarleyfi í leikskólanum næsta sumar og það bæjarráð samþykkir tillöguna en jafnframt er í minnisblaði sem frá fræðslustjóra að í samhliða endurskoðun á fræðslustefnu og fræðslu- og frístundastefnu þá verður þessi opnunartími endurskoðaður. Formaður fræðslunefndar situr hérna í sal einnig og getur að fara nánar yfir þessi máli eitthvað er. Fyrir Eydís, Jens Garðar Helgason er báruði, gerðu svo vel Jens. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. 4 stuttmál hérna sem ég ætlaði rétt að koma inn á. Það er fyrsta lagi liður 1.10 eftirlitsmyndavélar í Fjarðabyggð. Ég er bara ánægður með að þetta mál skuli vera á rekspöl og í góðum gangi. Það var fínt minnisblaði sem kom frá Óskari Þór Guðmundsssyni lögregluþjóni og ég held að uppsetning þessara véla eftir að auka öryggi íbúa okkar til muna og auka eftirlit ef að til dæmis kemur upp aftur sú staða eins og þær aðstæður sem kom upp í sumar þegar að þjófagengi fór hér með skipulögðum hætti og gekk í hús. Þetta hefði auðveldað eftir að reyna að hafa upp á þeim aðilum hefði auðveldað mjög svo að hafa þessar myndavélar. Í fundargerð 592 þá er það liður 2.14 búnaður til útvarpssendinga í veggöngum. Þar kom bréf frá fjarskiptafélaginu sem að mér sýndist að vera með sitt lögheimili og varnarþing á Ísafirði. Þar sem er verið að hvetja sveitarstjórnina hér til þess að íta á eftir því að útvarpssendingar verði útvarpssendir þannig að það sé hægt að taka við útvarpssendingum í bifreiðum í gömlum veggöngum og þau eru nú ekkert svo gömul þó það sé símasamband til dæmis í Fáskrúðsfjarðargöngum þá er ekki útvarpssamband. Þannig að við tókum bara vel í þetta bréf og embættismönnum falið að skoða þetta og athuga hvað hægt er að gera til þess að íta á eftir því að það verði settir upp sendar þannig að þeir sem að nýta sér Fáskrúðsfjarðargöngin og tala nú ekki kannski dagsdaglega geti þá notið þess að hlusta á útvarpið. Liður 2.15 snjallsímanotkun í grunnskólum Fjarðabyggðar. Auðvitað er það miður að innleiðingin hafi tafist mánuð en ég skil vel þau rök sem þar á bakvið og vonandi og ég trúi því miðað við hvernig tímalínan er uppsett núna að bannið taki gildi 1. febrúar
og það voru þá bara nauðsynlega ráðstafanir sem þurfti að gera til þess að þetta gengi allt vel fyrir sig og það getur bara gerst og þannig að þó að 1 mánuður til eða frá kannski skiptir nú ekki öllu máli, en ég trúi því að innleiðingin verði þá 1. febrúar. Síðan fer ég aftur hérna í lið 591, það er efling Egilsstaðaflugvallar og framtíð flugvallarverkefnisins. Framkvæmdastjóri Austurbrúar, Jón Árni, kom á fund Bæjarráðs eins og mér skilst að sé búið að ræða við, minnst kosti Bæjarráð Fljótsdalshéraðs líka. Forsaga þessa máls, þessa verkefnis, þessa flugvallarverkefnis sú að við vorum hér með þegar á Austurbrú og allar þessar stóðstofnanir og þjónustustofnanir sem að eru hér á Austurlandi voru samanar undir Austurbrú, að þá rauninni varð svona utanveltu og varð eftir gamli atvinnuþróunarsjóður Austurlands. Í atvinnuþróunarsjóðin hafði Fjarðabyggð borgað sirka tæplega helmingin af þeim þeim innlögnum inn í sjóðin á hverju ári. Þetta er borgað per íbúa, þannig að íbúafjöldi Fjarðabyggðar er tæplega 50% íbúana, þannig að við borgum helmingin inn í þennan sjóð, eitthvað tæpar 5 milljónir á sínum tíma. Sjóðurinn var orðin barn síns tíma í eins og hann var uppsettur og var svona í að styrkja ýmis smáverkefni og þetta var nú kannski á þeim tíma sem að kannski aðkrefti einna mest í rekstri sveitafélagana, þannig að menn vildu nú svona kannski frekar huga því að leggja niður þennan sjóð og nota þá í að styrkja ýmsa atvinnu innviði heima fyrir. En svo hugmynd kom upp hér í bæjarstjórn Fjarðabyggðar, hér í pólitíkin hér í Fjarðabyggð að skoða það og fara í það og leggja það til að sjóðurinn yrði sem sagt eyrnamerktur næstu 3 árin, öll framlög í sjóðinn, sem sagt þá eitthvað hátt í 10 milljónir á ári, yrðu notaðar í bara eitt verkefni og það er að reyna að fá millilandaflug til Egilsstaða. Þessu verkefni lauk, þessu verkefni lauk núna á þessu ári, núna í vor eða haust og þá var samþykkt að leggja sjóðinn niður. Þannig að fyrir lágu það yrði ekki áframhaldandi framlög inn í þetta verkefni frá sveitafélagunum beint. Nú kemur erindi frá Austurbrú þar sem að rauninni verið að biðja samskonar framlög, ekki þá nú alltaf búið að leggja niður atvinnuþróunarsjóðin en nú samskonar framlög og í samskonar hlutföllum og voru í rauninni inn í atvinnuþróunarsjóðin. Og mér fannst þetta mjög gott framtak hjá okkur að fara í þetta verkefni, þetta 3 ára verkefni með öðrum sveitafélögum, að við verum samstig það að fókusinn væri á einu stóru verkefni sem að skipti okkur öll miklu máli og ferðaþjónustu fyrirtækin hér í fjórðungnum. En ég staldra hins vegar aðeins við núna þegar að verkefnið er náttúrulega komið á ákveðin rekspöl, að þá staldra ég aðeins við varðandi í rauninni fjárskiptinguna á því hvernig peningar og framlögin eiga greiðast inn í áframhald verkefnisins. Samkvæmt þessu þá er þetta rúmar 5 milljónir sem að ættu þá að koma í hlut Fjarðabyggðar og mig minnir að það séu kringum 3,5 sem að kæmi í hlut Fljótsdalshéraðs. Ég hefði nú haldið og fyrir liggur að bæjarráð Fjarðabyggðar er að fara að funda með bæjarráði Fljótsdalshéraðs núna mánudaginn næstkomandi. Í mínum huga finnst mér að nú er verkefnið komið á allt annan stað. Og í fyrsta lagi þá finnst mér að Fljótsdalshérað sem í rauninni svona leiðandi sveitarfélag hvað varðar flugvöllin, það er sveitarfélagi sem á að draga þetta verkefni og standa straum að því. Við vitum það að rauninni allar þær framkvæmdir sem munu verða þarna og svo atvinnuuppbygging sem verða í kringum flugvöllin mun verða til í viðkomandi sveitarfélagi sem snúa að flugvellinum sjálfum.
og ég hefði, mín skoðun svo að Fljótsdalshérað á að taka ákveðna forystu í þessu verkefni, Fljótsdalshérað á þá líka að taka ákveðna fjárhagslega forystu í þessu verkefni og við eigum að styðja þá síðan með ráð og dáð. Og einnig hefði ég vilja kalla eftir því að greinin sjálf kæmi sterkar og betur að þessu verkefni beint. Við erum núna síðastliðin 3 ár búin að setja 30 milljónir í þetta verkefni, sveitarsjóðirnir, og nú finnst mér að bæði þeir stóru aðilar, Fljótsdalshérað og síðan þá Faust, ferðamála samtök Austurlands, taki þetta mál og keyri það áfram og ég hefði haldið að þá önnur sveitafélög ættu að koma með einhverjum stuðningi að þessu verkefni en vera svona þá meira í baklandin og ég í mínum huga gengur ekki gamla reiknireglan upp aftur í þessu verkefni í næsta fasa. Þannig að en við eigum nú eftir að ræða það við vini okkar upp á héraði og síðan hér líklega í framhaldinu og á öðrum vettvangi. Það kan vera Jens Sigur Ólafsson, gerðu svo vel. Forseti bæjarstjóri ágætu bæjarfulltrúar, bara örfá orð snjallsíma reglurnar. Það alveg á hreinu að það taka gildi 1. febrúar. Aðeins að útskýra af hverju við erum að fresta þessu. Þá barst ákveðin gagnrýni frá kennurum á unglingastigi annars vegar og frá ungmennaráði Fjarðabyggðar hins vegar á þessar nýju reglur og sumt af þeirri gagnrýni var þess eðlis að við töldum ástæðu til þess að gefa okkur aðeins rýmri tíma í að leysa ákveðin tæknileg mál. Við viljum að það sé komin búnaður til þess að við getum nýtt netið að fullu í kennslu áður en að bannið tekur gildi og það sem stendur til að það verði svo. Við vildum líka hafa aðeins rýmri tíma til þess að eiga meira samráð við starfsfólk og nemendur þessar reglur. Þannig að við munum fara í janúar og kynna þær vel og reyna að gera þetta í eins góðri sátt við starfsfólk og nemendur og við mögulega getum. Fyrir Sigurður, Hjördís Seljan Þórhallsdóttir, gerðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri og aðrir. Við hittumst í framkvæmdaráði 4. desember. Það var boðaður til fundur framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilina og í því situr framkvæmdarstjóri hjúkrunarheimilina og fjármálastjóri. Og það var tekin fyrir fjárhagsstaða Uppsala og það kom í ljós að það þörf á auknu fjárframlagi svo að heimili geti staðið undir rekstrarkostnaði. Og einnig líka viðhaldsþörf heimilisins mikil. Þannig að við óskum eftir við bæjarráð að fá til viðbótar á þessu ári 5 milljónir. En verulegur árangur hefur samt náðst í lækkun rekstrarkostnaðar og hækkun tekna. Og það alveg líkur á því að með óbreyttu getur heimili staðið undir reglubundum útgjöldum á næsta ári. Þannig að það jákvætt. Takk. Það fyrir Hjördís Einar Már Sigurðsson við beðum gerðu svo vel Einar. Forseti, örfá atriði sem ég ætlaði að koma inn á. Það í fyrsta lagi liður 1.6 í fundargerð 591 varandi umsókn byggðakvóta fiskveiði ársins 2018 til 2019. Ekki það að ég ætla að fjalla beint þessa auglýsingu eða afgreiðslu á henni, heldur frekar svona þetta almenna bara til að viðhalda þeirri umræðu sem við nokkur sinnum tekið þetta fyrirkomulag. Það að segja að úthluta með þessum hætti byggðakvóta og svo ýmsum öðrum pottum sem í þessa meingallaða kerfi. Bara til þess að setja þetta í einhver samhengi þá bað ég hlutlausan mann að reikna fyrir mig svona hvernig þetta gæti komið út og það má segja að það sé eftir að gera það á tvenns konar hátt, það að segja annars vegar bara þetta einstaka ár
og þá getum við áætlað að verðgildi þess sem þarna verið útluta hér innan okkar marka, eingöngu innan okkar marka, þar sé Stöðvarfjörð og Breiðdalsvík, það sé vel yfir 40 milljónir verðgildi þess, bara þetta eina ár. Og við hljótum að spyrja okkur þá er þetta alveg örugglega besta leiðin til þess að útluta þessum peningum? Ég held það hljóta að vera eðlileg spurning. Nú ef við værum síðan með hlutdeildina sem þetta er í heildinni, þá varum við að tala um yfir halvan milljarð í verðgildi. Og þá er spurningin kannski enn stærri. Hvað gætum við þá gert við þessar upphæðir fyrir þessi byggðarlög til undirbúa framtíðina? Er þetta alveg örugglega besta leiðin? Ég leyfi mér að hafa efasemdir um það, þetta sé besta leiðin. Við munum eftir að nefnda sem Þóroddur Bjarnason var formaður fyrir var einmitt með hugleiðingar um það að gefa meira svigrúm í því hvernig með þetta yrði farið. Og ég er nú að vona að einhver tíman komist sjávarútvegsráðherra, hver sem það verður, að þeirri niðurstöðu að það sé nú eðlilegt að fara að velta þess aðeins fyrir sér meira en gert hefur verið til þessa. Síðan aðeins varðandi það mikla mál sem að var rætt hér áðan, varðandi Egilsstaðaflugvöll og það verkefni og fín yfirferð hjá Jens Garðari þau mál. Aðeins að bæta samt inn í að eins og flestir hafa líklega tekið eftir, þá var nefnd að skila áliti þar sem meðal annars kom inn varaflugvallarmálin og þar hefur Egilsstaðaflugvöllur leikur hans stórt hlutverk og mjög athyglisverðar tillögur sem ég vona svo sannarlega að nái fram við afgreiðslu samgönguáætlunar. Þannig að með því myndu varaflugvöllin styrkjast verulega og Egilsstaðaflugvöllur þar með. Þannig að ég held að sé aðalatriði þessu að þetta verkefni detti ekki niður núna því að ég held að það sé mikilvægt að það haldi áfram og í þessu samhengi meðal annars þannig að við höldum áfram að sýna fullan hug, enda skildi ég Jens Garðar þannig að það var ekki það sem við varum að tala um, heldur spurningin um þetta hvernig skipta menn kostnaði og þetta er nú mál sem að þegar að Jens kom með þetta á þá rifjaði það fyrir mér að fyrir mörgum árum síðan þá kom ég að verkefni sem að sneri mitt svona kostnaðarskiptingu og þá nálguðumst við það þannig að heima sveitafélagið byrjaði á því að taka helming alls kostnaðar til sín og síðan var farið í skiptingar annars vegar út frá íbúafjölda og hins vegar út frá tekjum. Það er að segja til þess að dreifa þessu. Þannig að það eru til alls konar reiknireglur. Þessi reikniregla sem hefur verið notuð hvað mest hér seinni ár er þetta mjög einföld en það er hins vegar spurningin auðvitað hversu réttlátun er. Þannig að mér finnst bara eðlilegt að þegar bæjarráðin hittist þá velti menn fyrir sér auðvitað hvaða leiðir eru bestar og þá held ég að sé best að nálgast að þannig að það sé ekki endilega þá bara þetta verkefni sem menn er að tala heldur bara almennt verkefni sem menn er að taka saman. Hvar eru þú stödd og hvernig er það eðlilegt að hlutur sveitafélag sé miðað við önnur. Þannig að þetta sé svona umræða sem menn þurfa að taka og ég held að það sé nauðsynlegt því að það er ekki einhver ein regla held ég sem passi alltaf í þetta. Þannig að við vonum hins vegar að menn verði samstíga því að það er rétt eins og kom fram hjá Jens Garðar að það hefur verið að leggja niður atvinnuþróunarsjóðinn og verið að vinna því á þeim vettvangi sem að það var falið af aðalfundi SSA að gera og það er svona verið að alls konar smá fíniseringar sem þarf að fara í þar vegna þess að atvinnuþróunarsjóðurinn átti aðild að alls konar smáverkefnum hér og þar. Þannig að það þarf að ljúka því en vonandi tekst þetta allt saman fyrir áramót. Einn liður í viðbót sem ég ætlaði að koma inn á sem að tengist jöfnunarsjóði eða nýri reglugerð jöfnunarsjóð. Það er rétt eins og kom hér fram hjá formanni bæjarráðs áðan að það er áhyggjuefni hversu þétt eða fjölkjarna sveitarfélög eins og okkar kemur út úr þessum breytingum þar að segja að vægi fjölkjarna þáttarins er að mínum mati allt og lítill. En það er nú ekki átt nótt úti því að á landsþingi Sambæriska sveitarfélagi boðaði sveitarstjórnarráðherra frekari breytingar á reglugerð jöfnunarsjóð þar sem að meðal annars tenging við stækkun sveitarfélaga og sameiningu þar sem að það erði auki fjármagn til þess og síðan það ákvæði sem að skiptir miklu máli það er að segja að hann boðaði það að það erði aukin skerðing á þau sveitarfélög sem ekki nýta sér tekjustofna sína fullu. Þannig að það sé ekki sem sagt verið að láta renna úr jöfnunarsjóði til sveitarfélaga sem sannarlega geta náð sér í meiri tekjur.
Þannig að við býðum auðvitað og sjáum en þurfum greinlega að vera virk í þessari umræðu og við erum auðvitað svo heppin að við eigum fulltrúa sem að kemur að því á sameiginlegum vettvangi okkar hjá sambandi íslenska sveitarfélaga, þannig að við trúum og treystum að því verði fylgt eftir þannig að niðurstaða verði viðsættanleg. Takk fyrir Einar, aðeins að fá að kveða með ljós, bara stutt innan 2 atriði. Bara hér í fyrri fundargerð 591, bara við getum aðtekla því að það var búið bókað, ég myndi sækja auka framhaldsaðalfund héraðsskjálfsafnsins og svo formar bæjarins kom inn á að hérna, bæjarströmmun kom í minn stað vegna þess að þessum tímapunkti var ekki búið dagsetjan. Ég þarf því miður að fara suður til Reykjavíkur og fundi á vegum sveitafélagana á morgun, þannig ég kemst ekki hérna að bæjarströmmun kom í minn stað og fylgja eftir þeim málum sem við höfum verið að ræða í tengslum við héraðsskjálfsafnin. Ég ætla bara aðeins að koma svo þannig að ég sé nú ekki að hlaupast undan því sem ég hafi verið kjörinn til. Síðan aðeins bara samt við 592 eða lið 2 sem Hjördís kom hér inn á áðan, formaður félagsmálanefndar, og mjög gott að fjárhagsstaða Uppsala sem kom inn til bæjarráðs eftir fund framkvæmdaráðs hjúkrunarheimilina. Nota tækifæri og lýsa nú bara yfir mikill ánægju minni með þau störf bæði af framkvæmdaráðinu og framkvæmdastjóra hjúkrunarheimilina. Það hefur verið unnið þarna miklum kappinu og við þekkjum öll þessu umræðu. Fjárhagsstaða hjúkrunarheimilinu okkar er algjörlega í járnum náttúrulega og rúmlega það. Í tengslum við Uppsali, við höfum að leggja þetta til 4, erum að leggja til 4 núna en það hefur verið samt búið að fara þeim vel og það hefur búið mjög góð vinna sem ég til ástæða að þakka fyrir eftir að hann tók við og fjármálastjóri með honum. Hins vegar fórum við á fund bara til að minna á það að það er búið að koma þessu náttúrulega oftar en einu svona oftar en tvisvar á framfæri við heilbrigðisráðuneytið og síðast núna fyrir þetta hvað mánuði, 1,5 mánuði síðan þegar áttum síðast fund með heilbrigðisráðherra og fórum yfir stöðu þessara heimila, mismunandi stöðu hjúkrunarheimilinu á Íslandi sem væri þetta svolítið sérstök, því mismunandi rekstrarform sem áður mér og það hvernig þau sitja að rekstrinum svona með mismunandi hætti sem er náttúrulega ekki ásættanlegt í svona rekstri, það lítur eitt yfir alla ganga. Bæði svo uppbyggingarþörf sem þarf að vera, svo breytingarþörf sem þarf að vera hér í tengslum við húsnæði í Uppsölum, það þarf að breyta þar yfir eins manns herbyggi, það er ennþá 2 manna herbyggi, þar fyrir utan náttúrulega hjúkrunardeildina út á Norðfirði, sem er náttúrulega algjörlega óásættanlegt ástand, þannig að við erum búin að fara með yfir þetta, það er búin að senda inn frekari gögn til ráðansins, ráðandi kallar frekari gögnum og við munum halda honum að berja á því núna. Það er bara ekki búið annað heldur við fáum það einhver svör betri heldur við fengum daginn og það var þó góðu svo viti að maður að setja inn frekari gögn og það er bara eitt af þeim verkefnum sem býður núna í framhaldi af því sem við sendum að við munum fara aftur í það mál við getum ekki unnað við þetta mikið lengur að við getum ekki tryggt þennan rekstur sem er svo nauðsynlegur okkur og nauðsynlegur okkar fólki sem hér býr þannig að við verðum að vinna því áfram fleira var það ekki. Einhver fleiri hversi ljós. Jens Garðar, gerðu svo vel. Forseti, ég glemdi að nefna áðan varðandi hérna flugvallaverkefnið að við höfum náttúrulega fordæmi fyrir í rauninni og kannski svona nýrri dæmi varðandi svona atvinnuverkefni hvernig þau hafa skipst á milli sveitafélaga við getum nefnt til dæmis eins og olíuhafnarverkefnið þar var Fjarðarbyggð rauninni sá aðili sem að dró vagnin þar borgaði að langstærstum hluta allan þann kostnað sem til féll út af því verkefni þó það væri sameinlegt verkefni milli héraðs og Fljótsdals héraðs og Fjarðarbyggðar og bara hið besta mál enda var það bara mjög gott samvinnuverkefni en við stóðum undir langstærstum kostnaði sem hlaust af því verkefni ábyggilega yfir 90% af þeim kostnaði. Síðan má ekki gleyma til dæmis okkur hér í Fjarðarbyggð sem höfum nú kannski verið svona leiðandi líka sveitafélag þegar kemur að uppbyggingu sjúkraflugvallarins á Norðfirði. Þar hefur sveitafélagið farið fram
haft forgöngu það bæði að borga fyrir viðgerðir og lagfæringar á vellinum, safna í það styrkjum hér og frá fyrirtækjum hér á svæðinu og vinni því að fá ríkið með mótframlag á móti. Þannig að fordæmin eru komin fyrir því hvernig menn taka rauninni fórustu í ákveðnum verkefnum þegar kemur á atvinnuuppbyggingu og ég hefði talið að við kannski þegar kemur að flugvöllum að þá höldum við áfram hér í Fjarðabyggð að vera bakkjarl og helsta svona, og að draga vagnir þegar kemur að uppbyggingu flugvallarins á Norðfirði og þá ger ég ráð fyrir því og vænti þess að Fljótsdalshérað muni styðja okkur í þeirri vinnu gagnvart eins og kröfum gagnvart ríkinu. Það er ýmislegt sem þarf að laga, það þarf að laga flugbrautina betur. Við þurfum að fá þarna betri lendingarljós og annað og þetta eru verkefni sem kosta 20 milljóna og ég vænti þess að Fljótsdalshérað muni styðja okkur í þeirri vinnu og við bara þökkum fyrir þann stuðning sem ég veit að við munum fá úr þeirri áttinni. En að sama skapi þá held ég að það sé líka fyrir þá, þetta er í þeirra sveitafélagi, þeir eiga að vera rauninni það sveitafélag sem hefur fórustu og dregur vagn en með öflugum og góðum stuðningi nágranna sína allstaðar á Austurlandi að sjálfsögðu. Alveg eins og önnur sveitafélög á Austurlandi hafa stutt okkur og munu styðja okkur í til dæmis Norðfjarðar flugvelli og að byggja hann upp til framtíðar að því að það er þetta er öryggis sjúkra flugvöllur sem mun nýtast öllum íbúum Austurlands en ekkert óeðlilegt að þá að við höfum fórustu í því efni. Á öllum mætti munum við gera það. Þakka fyrir Jens, vilja fleiri kveðs í ljós. Svo verðist ekki verið í berþóf fundagerð í bæjarráðs. Það eru sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er næst fundagerð eignaskipulags- og umhverfisnefndar með 221, vill einhver kveðs í ljós. Rúnar Gunnarsson gerðu svo vel. Forseti bæjarstjóri og fundamenn. Það var sótt að breyta strandgötu 12A í íbúðarhúsnæði úr iðnaðarhúsnæði og ég sé að ESA hefur hafnað þessu. Það er afar leiðilegt að við skulum þurfa að hafna svona beiðni. Mér finnst við ekki vera með nógu skýra stefnu í þessum málum. Hvort að þarna megi verði íbúðarhús eða ekki. Það er íbúð öðrum megin við þetta hús og það er hótel hinum megin. Þannig að mér finnst stefnan ekki vera alveg skýr og ég hefði viljað að ESA myndi og við myndum ekki samþykja þetta hér og ESA myndi skoða þetta betur, sérstaklega þar sem að er íbúðir rauninni sikkurum megin við húsið. Takk, ætlaði ekki að segja mér að. Þakkaði fyrir Rúnar. Einar Már Sigurðsson beðið orðið mun svara. Forseti, það er eðlilegt að þetta sé spurt en nefndin er að sjálfsögðu bundin að því skipulagi sem samþykkt er og skipulagið, við getum þess að sagt því miður, gefur ekki möguleika á annarri niðurstöðu en auðvitað er þetta í sífelldri skoðun og þetta var nú með þeim hætti að það var samt ekki annað hægt en á þessu stigi en það útilokar að sjálfsögðu ekki það sem þarna sækir að færa frekari rök í máli sínu og þá þarf að velta því fyrir sér hvort að óska þá eftir breyting á skipulagi það þurfti að gerast þannig því að skipulagi leyfir sem sagt ekki annað heldur en atvinnuhúsnæði þarna og verslanir þannig að ég tel eðlilegt að fyrirspyrjandinn sem þetta var fyrirspurnum að skoði þá hvort að það sé einhver önnur nálgun við þetta og það eru þetta ýmsir möguleikar sem að ég tel að skipulagsfulltrúi hafið þessna upplýst allavega ef eftir því hefur verið leitað en allavega eins og staðin er núna þá gefur skipulagi nefndinni ekkert frekara svigrúm öðruvís en að það sé þá nálgast málið á einhvern annan hátt. Þakkaði fyrir Einar. Rúnar Gunnarsson gerði svo vel.
það sem ég kannski vildi bæta þá við, af því að Einar tala að það sé ekki möguleiki að gera þetta, var þá möguleiki að gefa leyfi fyrir íbúðinni sem austan við. Já, það íbúð austan við sem búið í næsta húsi, og svo býr fólk líka á hótelinu sem vestan við. Þannig að þetta svona farið að stangast aðeins á. Af hverju mátti gefa leyfi fyrir íbúð sem bara næsta húsi fyrir austan og hóteli þar næsta húsi fyrir vestan. Það bara það sem ég eiginlega fisk eftir. Það svona ósamræmi í þessum niðurstöðum. Takk fyrir Rúnar. Einar Már hefur beðið orðið öðru sinni. Forseti, það munur á starfsemi hótels eða íbúðarhúsnæði, þannig að það gilda aðra reglur það. Hins vegar kannast ég ekki við þetta íbúðarmál, þannig að ég þarf bara að láta skoða það betur hvað þar á ferðinni, en ég kannast ekki við, allavega ekki í minni tíð í nefndinni, að það hefur verið veitt leyfi fyrir slíku, þannig að það þá eitthvað annað þar á ferðinni, en það þarf auðvitað að skoða það. Takk fyrir Einar. Það eru fleiri hverju hljóð sem fundargerð eignar skipur umhverfisnefndar. Svo virðist ekki vera, þá ber ég hann upp til samþykktar. Hún samþykkt með 9 atkvæðum. Þá það næst fundargerð Hafnarstofnunar með 208. Það fá að kveða með hljóðs aðeins. Bara 3 atriðinni, bara aðeins að vekja athygli bæjarfulltrúa á. Þannig fyrst hérna liður 4 áætlun Hafnarheimilda móttöku úrgangs og farmlega frá skipum. Við vorum að fara yfir þær áætlanir sem eru gerðar, uppfærðar með reglum hætti fyrir Umhverfisstofnun. Það sem farir yfir hverja höfn eða hvert hafnarsvæði fyrir sig, hvar hægt að skilin úrgangi með mismunandi úrgangi, og þetta teiknað upp og voru fínar umræður og svona uppfærslur á ýmsu fyrir náttúrulega Breiðdalsvík komið inn, eða Breiðdalshöfn. Jafnframt tókum við umræðu og hafnarstjóra hefur verið falið að það hefur verið áhugi hjá útgerðunum að koma frekar í flokkun frá sínum skipum, og við þurfum að gera það þá þannig að það sé gott að koma því á, þannig að við höfum falið hafnarstjóra að fara í viðræði við útgerðina okkar það, því að sannlega eru áhugi hjá þeim að auka flokkun hjá sér. Við fórum líka yfir umsagnir tengslum við fiskeldi, umsögn fiskeldi Austfjarðar, alltaf 20.800 tonn með ber og fásfrið. Það er í vinnslu núna og verður örugglega hittur umræðu frekar. Við svona fórum við það sem okkur sneri og með atvinnu og þróunarstjóra sem unnið þessi máli miklum ágætum og heldur þétt utan þetta núna, og ásamt bæjarstjóra, og þeir munu svo vinna málið áfram. Síðan bara aðeins að vekja á, við vorum þarna að taka fyrir tillögu skipulag fyrir Hafnarsvæði og Eskifirði að beiðni eignar skipulags- og umhverfisnefndar, sem fórum með það að vera að ljúka því skipulagi, þessi hugmyndavinnu sem og bara svona einmitt hnykkja á því að áttum þetta ágætis samræði við aðalega tengda Eski gær að nú mannvitt komið að líka frekari hönnunarmálum með okkur, þannig að vonandi fyrir þetta að taka á sig svona meiri mynd núna þegar líður fram á nýtt ár, eða núna í byrjun nýs árs. Þannig að þetta var svona helsta sem ég vildi vekja athygli á í starfi nefndarinnar. Já, jafnframt hann bæjar að svarta athygli því að koma í tengslum við þetta umsögn laxeldi eða vegna fiskeldis. Þarna var beðin umsögn frá Matvælastofnun. Við óskuðum eftir því að þetta hefur verið heilmikilli vinnslu hér, eðlilega. Þetta er stór mál að ræða, tengjast bæði Fáskrúðsfirði og Reyðarfirði, að óskuðum eftir því að fá tækifæri til að ræða frekar Matvælastofnun, og fengum frest, við áttum að skila þessu inn 18. desember, fengi fresti 10. janúar, sem ég held að hafi verið af hinu góða að fá það rými til þess að eiga samræði við stofnunina og vinna þetta vel. Þannig að svo samþykkt er komin, og ég veit að í næstu viku munu bæjarstjóri og atvinnu- og þróunarstjóri fara til fundar við Matvælastofnun vegna málsins. 20. ég man rétt, það ekki gall. Svo var ekki fleira sem ég vildi segja, vil eitthvað fleiri kveða sér hljóðs undir fundingi Hafnarstofnunar. Svo virðist ekki vera, ég ber hann eftir samþykkta, þeir sem hann samþykki með skemerki. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá var næst fundagerð fræðslunefndar númer 64, við glemt hversi hljóð sem var.
Svo virðist ekki verið beran til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð menningar og nýsköpunarnefndar númer 8, orðið laust hana. Engin kveður sér hljóðs, beran til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð safnarnefndar númer 5, orðið laust hana, vill einhver kveður sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, beran til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð félagsmálanefndar númer 118, orðið laust hana, vill einhver kveður sér hljóðs. Svo virðist ekki vera, beran til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð barnaverndar númer 92, orðið laust hana, engin kveður sér hljóðs, beran til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er að fundargerð framkvæmdar á hjúkrunarheimili númer 9, orðið laust hana, engin kveður sér hljóðs, beran til samþyktar, hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin í liðin almenn mál og það er fyrst fjárhagsáætlun 2018 viðauki 6 og bæjarstjóri mun nú mæla fyrir viðauka 6. Gerðisvel Karl. Virðulegur forseti, háttvirtir bæjarfulltrúar. Í þessum viðauka eru hérna nokkur atriði. Í fyrsta lagi er það tilfærsla á fasteigninni Lundagötu 1 á Reyðarfirði. Það snýr að leikskólanum hér í bæ sem við erum að fara að byggja við. Lóðin mun núna heyra undir Heiðaveg 5 sem er leikskólinn sjálfur. Leikskólinn er í eigu fasteignafélags bæjarins, eignarhaldsfélagsins Hrauns EHF og þar alveg er talið eðlilegt að eignin öll heyri undir fasteignafélagið. Þannig að þetta er það tilfærsla þarna yfir, keypt á 34,5 milljónir sem er fasteignamatið og það þýðir bókvarður hagnaður upp á 21 miljón sem er náttúrulega eyðist bara út innan samstæðu uppgjörsins. Nú í þessu tengt á líka tilfærsla á fjárfestingu eignasjóðs vegna stækkunar leikskólans Lyngholts. Það færist þá til eignarhaldsfélagsins Hrauns eins og þið sjáið í lið nummer 2 og svo sem ekki meira en það að segja. Svo er hérna framlög úr Símenntunarsjóði Fjarðabyggðar af sameiginlegum kostnaði på 10 milljónir rétt tæpar og þar er í blaðin sem fylgdi með farið yfir hvaða stofnanir það eru sem er að fá framlög og svo sem ekkert meira það að segja held ég. Hver stofnun útluta fyrir sig í samræmi við þetta kemur fram. Nú í lið nummer 4 er kaup á sláttuvél í Breiðdal upp á 1 milljón króna sem ekki var gert ráð fyrir í sameinaðri fjárhagsáætlun Breiðdalshrepps og Fjarðabyggðar fyrir árið 2018. Það er búið að kaupa þessa sláttuvél þannig að það er búið að færa þetta inn sem sagt þessi útgjalda auki er fjármagnar af eigin fyrir tækjamiðstöðvar sveitarfélagsins. Nú leigusamningu við Minjaverndu læknishúsið á Fáskrúðsfirði, þetta er í tengslum við það við féllum frá forkaupsrétti að húsinu. Það er verið að kaupa eignirnar þarna og við erum búin að tryggja okkur þá 6 ára framlengingu á leigusamningnum okkar. Það þarf að reikna hann upp virðið hans sem fjárfestingu og það er þá 17,5 miljón og þar með hækkar ekstra leiguskuldir sömu upphæð. Nú eins og formaður félagsmálanefndar kom inn á áðan að þá erum við var búið að lofa 30 miljónum í uppsali. Það búið að draga þá alla upphæð og byggjum 5 miljónir viðbót sem var samþykkt. Þannig að og það er kannski ákveðin þar að þetta verður ekki lán eins og það var upprunalega, þar að segja þegar þetta var veitt í byrjun, heldur verður þetta fært inn til rekstrar. Þannig að þetta hefur áhrif á handbært fé hjá okkur. Freka var það ekki. Takk fyrir. Þakka fyrir Karl, vill einhver kveða sér hljóðs viðaukan nummer 6. Þá ber ég eftir samþyktar. Þannig sagði þetta með 9 atkvæðum. Þá er næsta mál, það er reglur greiðslu lögfræðikostnaðar í barnavernd. Eins og bæjarfulltrúar séð þá eru komin hér drög að nýjum reglum barnaverndarnefndar Fjarðabyggðar veitingu fjárstyrks til greiðslu lögmannsaðstoðar samanber 57. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002. Þetta hefur fengið umfjöllun og samþykkt í barnaverndarnefnd og jafnframt bæjarráði sem hefur staðfest þessa reglu fyrir sitt leyti og vísaði hér til bæjarstjórnar. Þetta er rétt að taka fram að við höfum styrt greiðslu lögfræðikostnaðar í barnaverndarmálum en þetta hefur ekki verið í reglum okkar en þetta er í lögum barnavernd þannig að við erum hér að raun og veru að uppfæra reglunar í tengslum við lög og koma þeim í, ekki segja rétt horgag á því þannig að við erum að festa það í sessi eins og á að vera
Orðið er laust þessar reglur. Engin hvað þessi ljós, ég ber eftir saðendar, það er sagt með 9 atkvæðum. Þá er hér næst framlaða kaupsamningur í sem tengist nú viðauka 6, það er Lundagat 1 og Reyðarfirði. Félagslundur, þetta er kaupsamningur fasteignina á milli sveitasjóðs og eignarhaldsfélagsins Hrauns sem er á fullu í eigu sveitasjóðs sem fer með framkvæmdir hjá okkur og bæjarráð er búin að samþykkja þennan kaupsamning. Bæjarstjóri forréttur á 34 milljónir keyptur á fasteignamati og hér er hann til staðfestingar. Vill einhver þessi ljós kaupsamningin? Svo verðist ekki verið, ég ber þetta saðendar, hann er saðendar með 9 atkvæðum. Það eru svo þá næst reglur notkun snjalltækja nemenda í grunnskólanum Fjarðabyggðar. Eins og kom fram hér undir bæjarráði, þá hefur bæjarráð staðfest það reglur sem kom frá fræðslunefnd með gildistöku 1. febrúar og þannig að fræðslunefnd hafi nýtið sér þann tíma í janúar til að kynna þær vel og vendilega fyrir starfsfólki og nemendum. Orðið er laust þessar reglur. Engin hvað þessi hljóðs, ég ber eftir saðendar með 9 atkvæðum. Já, góði bæjarfundur, og þá er við komin hér tæmt, þá ætla ég að leggja hér fram tillögu fundartíma bæjarsnar því að þetta er að öllu óbreyttu síðasti fundur bæjarsnar Fjarðabyggðar á árinu 2018 og nú þurfum við að leggja hér fram tillögu að fundartíma bæjarsnar fram á vor. Það er þá eftirfarandi 10. janúar sem verður þá jafnframt fundur bæjarstjórnar og ungmennaráðs Fjarðabyggðar, 24. janúar, 7. febrúar, 21. febrúar, 7. mars, 21. mars, 4. apríl og 11. apríl. Ég vek athygli því að það er eins vika á milli vegna þess að þarna reka í lok apríl reka páskarnir restina og ásamt sumardeginum 1. Á fundinum 4. apríl mun fara fram fyrri umræðum ársreikning Fjarðabyggðar fyrir árið 2018 og stofnana og síðar umræðan þann 11. Síðan er það 2. maí, 16. maí, 7. júní og 20. júní. Þetta er tillagan af fundunum fram á sumar. Við gerum svo ráð fyrir því að við höfum samþykkt hér á síðast ári að funda 2 ári með ungmennaráði að fyrri fundu fari fram í byrjun árs og síðari fundu fari fram í byrjun haust. Þannig að þetta er tillagan sem færist til bókar. Þá vil ég bara nota hér tækifærið og þakka náttúrulega bæjarfulltrúum fundarsveituna og málefnalega góðar umræður. Óska þeim og öllum sem íbúum Fjarðabyggðar fyrir hönd bæjarstjórnar bara gleðilega hátíðar og sjáumst hér hress á bæjarstjórnarvettvangnum á næsta ári, í byrjun næsta árs og segi fundi slítið. Þú hefur engar forsendur Pálína til þess að draga hennar ályktanir um það? Já, það eru seldar úr svona í sér.